okkar ekki bara eftir það? Jú. Já, ég flutti til New York fyrir svona 1,5 ári síðan og ég alltaf þar í svona 3 mánuði í senn. Fyrst þegar ég kom hana þá var þetta náttúrulega þvílíkt fyrirbrigði sko. Þú sér náttúrulega ekki sólina og sér það ekki neitt. Það er bara háhýsi eftir háhýsi eftir háhýsi og fólki labbar svona 30% hraðar heldur en alls staðar í heiminum. Það var mjög mikið að vera sko, þannig að það var mjög spennandi og mjög gaman að koma þarna fyrst með henni. En síðan svona eftir að vera hann í 1,5 ár svona meira að minna þá er svona farin að átta mig á því að ég er meira svona aðeins meiri sveitastrákur. Ég fíla Ísland töluvert betur sko, þó ég myndi aldrei vilja sleppa ég að fara til New York sko, ég myndi alltaf vilja fara þangað og heimsækja og svona. Svona dagur mér er frekar mismunandi. Stundum vakna ég alveg eldsnemma, kannski 6 um morguninn og fer þá bara beint og æfi í svona 2 tíma í senn. Síðan bara fer maður út að borða í New York í Manhattan og chilla bara með félögunum og borða þar og síðan er bara, labba eða langar til þess og skoða eitthvað eða bara fara og chilla niður í gymmi sem við gerum alltaf sko. Við erum bara svona gymrottur, bara höngum niður í gymmi og bíða eftir næstu æfingu, borða þess á milli og það er bara svona, þegar við erum komið svona góðan félagsskap sem er að fara að keppa og þá er þetta voðalega þægilegt, þá erum við bara svona saman allan daginn, fara á kaffihús eða fá okkur eitthvað að borða og síðan bara æfa og hanga og það verður bara svona vinnudagur hjá manni sko. Þannig að þú kannski tekur aðra æfingu um hádegið og síðan ef þú ert mjög ferskur og tekur aðra um kvöldið sko. Sko, fólki finnst þetta náttúrulega að vera rosalega svona brútal, svona fyrst þegar það sér þetta og heldur að maður sé í svakalegum kvölum þannig inn í hringnum og svoleiðis, en sannleikurinn er eiginlega sá að þú finnur voðalega lítið sko. Þegar þú fer inn í hringinn þá er eiginlega varla neina tilfinningar sko. Sérstaklega þú getur verið svona stressaður aðeins eða spenntur til að byrja með og svona sérstaklega þegar maður labba inn, en síðan þegar svona það byrjar og kannski eftir fyrsta höggið þú farið á því að þú slærð og svona fyrsta actioni þá bara svona einhvern veginn slöknar á öllu sko. Þá ertu eiginlega bara svona super fókust á það eina sem þú átt að vera einbeitaður að sko. Bara reyna að ná einhverju betri stöðu eða ná betri höggum og svona allar tilfinningar sem tengjast einhverju, bara það skiptir ekki máli hvað er í lífið þínu sko, bara hverfa alveg þá sko. Það er mjög sérstakt moment. Ég heiti Gunnar Nelson og ég er á forsíðu Monitor í þessari viku.